Sælandsumöl. Já. Það þáttur 34. Heldur betur. Já. Og þetta verður sérstakur jólaþáttur. Já. Og hann lýsir þannig að röddin í okkur er ómöguleg. Maður heyri þér. Já, ég er bara ferskur sko. Já. Búið erfiður tími. Helvíti erfitt í dag. Hvernig er undirbúningurinn, jólaundirbúningurinn hjá Þorsteini, Valgeiri, Einarsinni? Já, sko ég eiginlega bara er smá veikur sko. Já, er það? Já, hvað segja þér ekki fyrirfram að því að það hefur ekki komið. Nei. Nú ertu búin að eyðileggja jólin fyrir mér. Ég er bara eitthvað rallur svo ómögulegur og lítill í mér og volandi á aðfangadag. Já, en sko, já, jólastressi, ég ætla nú bara að viðurkenna það, ég hef ekki fundið fyrir því. Nájá. Akkur ætla það að segja? Ég hef ekki fundið fyrir jólastressinu. Næ. Þú ert löngu búin að undirbúa allar jólagjafinnar og svona. Nei, ég áreindar eftir að rosa löng þögn græja sko smá. Já. En Hulda fór sko ein til Tenerife. Já, konan sér að kaupa gjafirnar, já. Og þá stakk ég upp á. Já. Heyrðu, þú ert einu viku. Já, akkur kaupir ekki bara allar jólagjafirnar á Tene. Og það eru miklu ódýrari. Væri það ekki bara sniðugt? Já, ótrúlega sniðugt. Þannig að hún basically gerði það. Þannig að þú sást í raun hugrænu vinnuna. Ég tók þriðju vaktina og hún svo bara framkvæmdi. Já, hún bara framkvæmdi. Já. Þetta er, já. En þú sjálfur, ertu bara bullandi sveittur, græjandi, gerandi? Ég er búin að vera svolítið sveittur. Nú? Já. Ég er enda líka, en ekki út af jólunum. Nei. Já. Ég til dæmis svitnaði við það að kveikja tölvunni hérna. Já, bara út af allt veikur. Já, út af hórun í mér. Já, gíslegur. Sko, kona mín er að skila hérna bókahandriti samkvæmt samningi fyrir áramót, þannig að hún er að fara að skila því á gamlárskvöld svona korter í 12. Akkur er ekki bara búin að þessu? Ég veit það ekki alveg. Þannig að ég er svolítið meira með jólin. Já, segðu mér, farðu nú aðeins yfir þetta. Þetta geti verið svona. Ég skal segja það. Já. Þykist ég nú hafa tekið svona ágætis þátt hingað til. Já. En ég verði eiginlega viðurkenna að þetta er nú bara meira en ég held. Ha? Já, segðu mér, hvað? Það er einhver, ósýnileg vinna sem hefur ekki verið á minnikönnu hingað til. Sem hefur bara alveg farið fram hjá þér. Sem hefur bara alveg farið fram hjá mér. Já. Og ég hef bara þurft að sjá hana núna. Já. Og ég held að það sé bara, ég held bara mæli með því að fólk gera þetta. Konur kúpli sér bara út ein jól, segði, heyrðu, Hannes minn. Ég þarf að skrifa bók. Ég er upptekinn allan desember. Og ég verð með svona 16 klukkutíma vinnudag. Og þú bara greiðir þetta og svo bara sest ég niður á aðfangadag. Já. Ég held að það veri bara hollt fyrir fólk. Já. Ég var að hugsa. Ég var eitthvað aðeins að hugsa en hérna ég er bara hálfur maður í dag. Já. Þetta kom inn í jólafrí og það er búin að vera jólafrí náttúrulega frá 1. desember eins og kennarar. Framhaldsskólakennarar? Já. Það er lúksus að vera framhaldsskólakennari. Það er rosalega næs. Já. Ég er bara í jólafríi, Haukur. Það er galið, sko. Ég hef aldrei verið í jólafríi. Nei. Aldrei á ævinni. Ekki síðan þú varst bara í grunnskóla. Já, þá var ég örugglega ekkert í jólafríi. Nei. Þú veist, maður... Þá varstu bara að vinna í síldinni. Já, þá fórum við bara að vinna, græða og gera. Já. En herðu, þetta er jólaþáttur. Já, við ætlum að fara í sérstakt jóla eitthvað. Já, og þar ætlum við að fjalla fyrirbærið jólasveinin. Já. Eða ekki? Ef ekki fá, þú veist, þú ert með stefið, manstu? Já, herðu, það er eitthvað. Það verið að náður, eða? Nei, það er eitthvað. Takk fyrir þetta, tæknimaður. Eitthvað dagsins er eins og hefur komið fram. Jólasveinin. Jólasveinin, já. Og það sem við ætlum að gera í dag
er að ég ætla að segja þér aðeins frá jólasveininum Nei, Strákar mínir, þú voru að leita að ykkur. Hvað er í gang? Hvað er að gerast hérna? Þú er ekki? Og Þorsteinn Valgeir, ég þekki Táfýlun ykkar strákar, að vera hér. Já, fá þér endilega sæti. Oh my god, sko. Hvað segir þið, þekkir okkur á lyktinni? Já, Táfýlun á skólanum. Táfýlun, já. Hvernig er þetta? Sko, já, herru, þú setur þetta á eyrun á þér. Helvítis. Bara eitt á hvort eyra. Já. Býtu. Já, þetta er flott. Já, bara það sem þið finnst þægilegt. Og svo þetta fyrir fram að þig, ef þú talar í það, þá heyrist betur í þér. Halló? Halló? Já, ég stundur séð svona, sko, ég að skemmta fyrir krakkana. Já, ég stundur svona til að syngi, sko. Já, ok. Já. Hvað segir þið, strákar? Vertu velkomin. Takk ykkur fyrir. Herðu, hvað, sko hvað segirðu? Þú hlýtur að vera gáttaþefur fyrst þú þekkir okkur á lyktinni. Já, ég var rétt hjá þig, kallið minn, rétt hjá þig, ég er gáttaþefur. En varstu bara að klára, nú erum við hérna mánudagsmótni rúmlega 10, varstu bara að klára rúndinn eða? Hvernig? Já, ég kláraði svona upp úr 6. Já. Svo fór ég hérna, fyrir alltaf í pottinn. Nú er ég búin, Hvað fyrir pottinn? Já, ég get ekki satt frá því, sko, þá myndi allt fyllast af krökkum, sko. Já. Fara að skrópa í skólan og mæta. Já, það gengur ekki að ég bara fer aðeins í pottinn og slaka á og svona og hérna. Áður þú ferð þá upp í fjöllin aftur, eða hvernig er það? Já, svo svona væplustur, sko, og hérna, og svo byrju að tínast aftur upp í fjöll, sko, á jóladag og fyrst ekkastu fyrstur, hann fyrir heim og Já. En veitu, hvar eru þið í bænum? Já, veist, eru þið í bænum allir saman? Hvernig? Já, við bara erum með hótel. Já, ok. Já. Ég má ekkert vera að segja neitt og mikið. Við erum með allir bræðir, við erum með sanningu við hérna hótel og við erum bara þær svona og svo fyrir við á svona skemmtanir svona örkum bæinn og heyrum hvað er verið að dansa í kringu jólatrið og syngja Já, og svona, já Ok En sko, þetta er í rauninni 13 daga svona vinnutörn Já. Gerir eitthvað annað þú veist, þegar þú ert ekki í þessu Það vinnur alla hinna dag ársins Já, við erum svona bara eins að hérna hjálpa mömmu með heimilishaldið og eins og við getum, sko og passa köttin, hann er svolítið hann þarf aðeins að hann er orðið svolítið grimmur, sko, kötturinn Jólakötturinn? Já okay. En svo erum við bara mest að heitir hann eitthvað? Eða heitir hann bara jólaköttur? Já, ég kalla hann bara jólaköttin, sko Já Ok Herðu, ég ætlaði að vera með eitthvað dagsins það er nú eiginlega bara farið út í eitthvað vittleysu Já, hérna fyrst við erum komið með jólasveinin þá hljótu við að bara fara að spyrja hann bara að hlutum sem okkur hefur alltaf langað að vita Já, ég sko ég er til dæmis forvitin og ég velti því sko lengi fyrir mér sem barn af hverju það gerist allt í einu að þú hættir bara að gefa mér í skóinn Þú hættir að setja skóinn undir glugga Ég prófaði Ha? Já, ég prófaði nokkru sinnum Ok, leist engan vita Gerðu það bara, stannstu bara svona til þess að setja hann undir glugga, bara tjekka Já, eða þú veist, ég bara setti því í gluggan og bara, svo bara fengu börnum minn í skóinn ekki ég Já Akkurru Þú varst fullorðinn maður þegar þú prófaði þetta Já okay. Hvað segir þú þetta? Akkurru Já, það virkar stundum með hann Kertasningi, bróðir Hann er auðmingja góður, sko Hann setur í alla skór sem hann sér
hvort þeir eru í starf 25 eða 45 sko. Nei, við erum ekkert, við látum ekkert eitthvað fullorðið fólk að plata okkur, við erum hérna fyrir börnin sko að skemmta þeim og gleðja sko. Þannig að en stundum svona lauma maður kannski einn og einn í mandarinu ef ég er með eitthvað aukalega í pókanum sko. Nei, þarf að reikna með hvað ég tek með mér og ef það er mikið aukalega sko þá er alltaf einhverjum sem fá ekki neitt bara, það er bara þannig því miður og þá þarf maður að kannski að passa sig að skilja ekki börnin út undan sko. Ég reyndi einu svona sko, þetta kannski á ekki við jólasvein en svona kollega ykkar sko, ég fann einu svona á gólfinu, ég var svona 8 ára fann á gólfinu eitthvað sem leit bara út nákvæmlega eins og tönn, bara svona lítil barnatönn. Ég hugsa prófa að setja hann undir koddan, tjekka hvort ég fái pening. Ég fekk eitt pening sko. Nei, ég veit það sko, nú hittin við fórum stundu og sá hann í frí við tannálurinn og páskaherinn og ég veit það að tannálurinn er með svona efnagreiningatæki með sér sko, þannig að það þýr ekkert að setja eitthvað sem er ekki tönnundi kottan tannálurinn sko. Hann sér ef þetta er ekki alvöru glærungur sko. Já. Ok. Þetta var kannski svipað, maður svona reynir. Já, nei gerist það sem múst búin að spá fyrir einhvern til lemjum ekki hérna, en sko, það er nefnilega svo ótrúlegt að hafa jólasveinin að sko geta loksins spurtan bara að öllu og fyrsta sem þú spyrir er bara akkur hann hætti að gefa þér skóin. Já, auðvitað, að þetta er svo skrítið. En hvað sko, er eitthvað svona ákveðin aldur það sem á hættir að gefa, eða þú veist er það mismöndi, af hverju er það eftir skóstari? Það er bara allur gangur á því sko. Það er já, ég getur kannski ekkert verið að segja mikið strákar sko. Það er þegar gleðin er svolítið farin úr þessu þá ættum við að nenna að vera að setja eitthvað í einhverja skó, það er ekkert. Svo er þetta í fjölmiðlu núna. Ég sá það sko að sko það var nú sannlega ekki þú því að þú varst í nótt og ég man ekki hvað það var einhver bróðin sem að gefa börnum með stórar gjafir. Já. Það er nú svolítið ósanngjarnt að segja sko. Já. Ég get nú alveg útskýrt það fyrir þér sko. Það er nefnilega þannig sko að við erum með bara ákveðið stóra gjafir og ákveðið svona, þetta heitir eitthvað á útlensku svona budget fyrir hverja gjöf sko. Já, stundum þurfum nú aðeins að versla inn sko og fá svona styrki til þess að geta keypt inn í pokan okkar. Og stundum þá veit ég það, hef ég séð sko, ég laum einhverju litlu í skó, kannski einn í mandarinu eða ópalpakka eða einhverju svoleiðis og svo sé ég að það koma kannski pappar eða mömmur og kíkja hvað ég setti og þau taka það sem ég setti og setja eitthvað í staðinn. Já. Og svo er okkur hent undir rútuna sko, einmitt hérna í einhverju dagblaðinu. Það var í Alþýðublaðinu og sá ég þetta var. Það var eitthvað, einhver bróðir minn hafði gefið eitthvað mismunandi. En það er bara, það er ekkert þannig. Það er ekkert þannig. Þarna, en væri ekki einfaldast að vera bara með eina svona ríkiskjöf sem allir fá, bara nákvæmlega eins, bara fá sama í skó. Já, ég hef alltaf verið að tala fyrir þessu en strákarnir vilja vera að gefa eitthvað mismunandi og sumir borða ekki mandarínur og öðru vil ekki epli og sumir börn leika sér ekki með Playmo og önnur vilja bara leka og svona alls konar. En ég með eina spurningu núna þykir vera sko, ef maður er rosalega óþekkur þá getur maður að fengið kartöflu í skóin. Já, það var allavega þannig. Já, en spurningi mín er sko, af hverju kartöflu? Já, af hverju það svona skammavel? Það var nú bara þannig áður fyrr að og mamma og pappi eru dálítið góði kartöflubændur. Já, þau uppskera dálítið vel og þetta var eitthvað sem að mömmu datt í huginu sinni að það var hérna smá hluti á uppskýrinu sem skemmtist. Það kom svona, veit ekki hvort þið hafið heyrt það heitir kartöflukláði, það er svona sem kemur í kartöflur og mamma sagði, já látu því bara börnin sem hafa ekki alveg verið að hegða sér hafa þetta. En við erum nú eiginlega hættir þessu sko, eins og þú segir, Valgeir minn, að
Því að það nú bara þannig að það eins og því þekki, það hart í ári og við getum vel ekkert verið að láta kartöfluna svona mikið frá okkur. Já, þið að nota það sjálfur. Já. Þið talaðu með þessi eiginlega hætti þessu, en hérna, er mamma þín líka eiginlega hætt að borða börn, eða? Að borða börn? Já. Eða er hún ennþá í því? Nei, hún er ekkert að borða fett, sko. Hún er alveg hætt í. Já, hún er hætti, þannig að þetta satt, hún var að borða börn. Já, ég geti eiginlega ekkert verið að fara mikið, þetta var hérna ein jólin smá miskýlingur. Okay. Já, þetta var svona smá harmleikur. Já, þá var þessi saga til og hérna, já. Þetta miskýlingur sem sagt. Henni var alveg cancelað, sko. Já. Rosal, þetta er eitt mesta cancel, bara Íslandssögunar. Já, en talandi cancel, þú veist, bara... Það náttúrulega má ekki borða börn, sko. Nei. Það er alveg bannað. Já. En sko, nema hún hafi ekki borðað börn. Já, ég veit ekki, sko. Ég er ekki alveg viss hvað gerðist þarna, Nei, þetta er... En, það er annað. Ég meina, þú gáta þefur og hérna, þú ert alltaf að þefa alls konar, eða hvað? Já, náttúrulega aðalega laufabrauðir, sko. Já. Það var aðalega laufabrauð og náttúrulega mest í gamla daga, þá var þetta steikt upp úr tólk. Já. Og það var ægilega góður ilmur og það var gott að laufa stolt í laufabrauði. En núna er ég bara búin að læra það, sko. Ég er hættur að stela þessu, ég bara banka upp á og svo eru svo mörg góð börn sem að setja bara smá laufabrauðsbita í skóinn, sko. Ég heyrði það og margt á þessu. En ég meina þú þekktir sko lyktina okkar og hérna þú veist ég bara hugsa svona í samvikið við cancel og annað, ég meina veistu hvert ég er að fara með þessu? Nei Getur þú hjálpað mér ykkur? Nei, þú ert bara einn í að synda í þessu. Já, ok, nei, ég bara verði þið ekkert varir við það sem að svona er að gerast í samtímanum, ég meina svona viðmiðin breytast og svona samskiptareglurnar þær breytast, svona ólíka kröfur sem að fólk gerir í dag heldur en kannski verið 50 árum svona samskipti hvernig má bara koma fram. Gæti verið að Gluggagægir hefur lent kannski svona fyrstur í ég meina talið þið eitthvað það ég meina... Já, Gluggagægir hann er lent í dólti í vandræðum, sko. Það hérna það er svo ekki við strákuðinu og alltaf guðvar hérna, já, hann hefur dólti verið að leta í vandræðum og að kíkja að gæjast á gluggana, sko. Hérna, hann er svona farin að vanda sig aðeins meira bara kíkir og svo er fólk komið með góða gardínur og svona alls konar myrkunagardínur. Já, ok. En Gluggagægir hann þarf að fara að alveg það er alveg rétt að vera. Já, ok. Já, ég bara svona spáði þessu, sko. Og líka því að þið eru stundum svolítið svona grófir, sko. Já. Svona læti ykkur. Já, hurðaskellir hann það læti í honum. Já. Það er ægilega lætið, þetta er svona sann. Það marrar ekki svona í hurðunum eins og í Kanada, þetta er nú orðið svona hálfleiðilegt í honum. Já. Svona sjálflokandi eldhúsinnréttingar. Já. Ekkert gaman. Já, það er alveg, hann ein júli, hann kom eiginlega bara grátandi heim. Já, hann lenti í einhver svona, var allt sjálflokandi og einhver svona hurðarprumpur allstaðar og hurðir sem opnust og lókuðust bara sjálfuð sér. Já. Þannig að þetta var ekkert. Þau eru erfitt. En hann kemur alltaf við hérna upp á þjóðminjasafni, það er alltaf hægt að finna hurð þar. Skellir nokkur sinni þar og heldur svo áfram bara. Já. Herru, næsta spurning. Hvor var stiltari? Ég eða Steini? Hvað segirðu? Hvor var stiltari? Steini eða ég? Sem börn? Já. Æ, stráka mínir, ég ætla ekki að fara að koma svona upp á vill ykkar, eða? Þið áttuð ykkar tímabil fáðu tveir. Það var, já, það var alltaf þannig. Ég man nú einu sinni, það var hérna, það var alltaf, ég hef svo til Steinar reglulega, eða ekkert reglulega, svona einu sinni í Kaupmannahöfn, þá átti hann alltaf erfitt strákurinn. Já, og hérna. Það var erfiður tími fyrir hann. Já, svona, Steini var alltaf stiltur, sko, en hérna, stundur ruglast menn og fólk og bara, það var stundum að ég svona fengið að skrifa svona bréf líka.
sérstaklega eftir við hættum með þarna kartöflunar eða svona vinguðu þær. Steini hefur aldrei fengið kartöflu eða hvað? Steini minn, þú getur nú svara drengnum. Já, sko, ég held að það hafi gerst einu sinni. Aha. Já, mér rámar í það hafi gerst einu sinni. Ok. En ég er ekki alveg 100%. Já, það hefur verið bjúknakrakki bróður, hann er að gefa kartöflu fyrir minnsta tilefni. Hann alltaf færi eða ekkert af bjúum lengur sko. Nei, það er bara upp í sveit sko. Já. Ok, hver ykkar var það sem var að kissa mömmu mína? Mömmu þína? Já, kjötkrókur. Kjötkrókur? Já. Það var að tala við hann sko. Já, en það var nú líka eiginlega bara smá miskilningur sko. Já. Hvað meinar með því? Er hún búin að jafna sig, flesunin? Já, ég man að kjötkrókur var alveg miður sín yfir þessu sko. Já. Hann bara ruglaðist. Já. Já, ekki að vera að kissa eitthvað sem vill ekki láta kissa sig. Hann veit það núna. Já. Þetta var þannig? Já. Já, hún var ef ég maður rétt allavega eins og hann segir söguna og var hún nýbúin að vera að sjóða hangikett og það var svona hangikett slikt og hann bara aðeins svona já. Svo breytist þetta í laginu sko þá var það sko mamma sem kissir jólasveinin sko. Nú? Já, í laginu sko. Ok. Það er svona einhver svona sögu skoðun sko. Já, einmitt. Næsta spurning, hver er Andrés? Andrés? Já. Hann er hérna föðubróðir minn. Ok. Föðubróðir? Já. Bróðir Leppalúða? Já. Ok. Já, þeir eru sammæðra. Hann stóð þar utan gáta? Já. Getur eitthvað, og svo er það Jón á völlunum, hver er það? Já, það er hérna bróðir mömmu. Já, ok. Þetta var á ættamóti og bara var hérna til smá söngur sem fólk er búið að vera að reyna að skilja þessast texta lengi sko. Já, Andrés stóð þar utan gáta. Já. Ég fann eitthvað á netinu sko fyrir mörgum árum. Já, hefur þið verið til sjós mikið? Nei, en ég kem úr Sjávarþorpi sko. Já. Hvernig tengist það? Nei, þú varst að tala um netið. Já, netinu, ég skilði, já, einmitt. Já. En þú verið á línu kannski frekar? Nei, ég var á grásleppu. Já, ég hef aldrei verið hrifun á grásleppu. Ég las sko, já, þetta er kannski bara það var sko íslensk kona sem að svona fann eiginlega út úr þessu eftir bara margra alda miskilning og bara, já, eitthvað svona, en það er kannski þessi skýring frá gáta þegar við hlýtum alltaf að vera svo rétta en þetta var það sést í Átnasögu biskups sem hafa rituð í kringum árið 1300 þá er talað sko það er svona deila á milli kirkju og konungs og höfðingja og þar kemur sérst fram koma fram þessi nöfn sko að það var hann bara einhver kall sem að hét sko Loftur Helgason Rásmæri Skálótti skrifaði Átna Þorláksson biskup bla bla bla. Já, Loftur er manni til Lofti. Já. Var stiltur? Já, hann var alltaf góður. Hann var hjá okkur einn vetur sko. Hann þetta lofaði, það er kannski útskýrið hennar miskýring, hann lofaði okkur að vera ekki að segja kannski frá öllu sem það fór fram sko. Hann hefur kannski að slýra til sannleikanum sko með Andrés og Jón. Sko, það talaði sko herra Andrés Plittur grafinn í banni, það var eitthvað kall sem hétt sko Andrés, hann var bannfærður og einhverju norskir höfðingjar kom inn í þetta og þar kemur þessi Jón og klukknarringingar og allt fann þetta í einhverjum eldgálum handritum. Já, Loftur, hann var góðupenni hann Loftur. Sko, 1300 ég meina af hverju getið þið lifa svona lengi? Já, það er því tökum okkur svo ekki frí. Já. Þetta er í rauninni bara 13 daga að vinna á ári. Já, í rauninni sko. Ok. Þannig að þá bara eru þið bara 1000 ára gamlir eða eitthvað? Já, ég veit ekkert hvað ég er gammal. Nei, ég er lungu búin að missa töluna. En eru þið allir jafn gamlir? Eða, veist... Jafn gamlir? Nei, stekkjastur, elstur og kertasnýkir er yngstur. Það er svoleiðis? Já. Og
mörgum árum eða einum degi? Hvað segirðu? Munar einum degi á ykkur eða mörgum árum eða 1000 árum? Já, það eru svona meðaldali 2,5 ára milli okkur allra. Já, 2,5. Já, þeir eru ekki allir fæddir á jólunum. Á jólunum? Já. Nei, það var hvað heitir hann Jósefsson, hann hvað heitir hann aftur? Jeremías. Já, hann er fæddur á jólunum, sko. Hann er fæddur á jólunum, já. Jólasveinarnir, sko, þeir eru bara fæddir bara allt árið kring. Já, meinar þú hvernig við ammali? Já, ég veit bara, já. Hver átt þú ammali? Hver á ég ammali? Ég á ammali, svona rétt undir lok þorrans. Já. Vá, þetta vissi ég ekki. Sko, ég var ekki búin að pæla í þessu. Sko, ef að taka síðustu spurningu áður en við förum í spurningar frá hlustendum. Ertu með meira? Já, sko eitt sem að ég hef verið að pæla í, sko, af því að núna eru, sko, svona í fyrri tíð þá voru jólasveinarnir svolítið hrekkjóttari en þeir eru í dag því að aðeins svona það má ekkert lengur sko en svo kemur í svona, hvað ég segja, öðrum kúltúr, annarri menningu kemur svona nýr hrekkjalómur og það er álfurinn, sko, Elfona Shelf. Já. Hvað finnst ykkur um hann? Já, þetta er alltaf bara, þetta er bölvuð vitleysa. Þetta er verið við þennan álfgorm út allt, skemmandi og rústa öllu þegar hann búið að taka til fyrir jólinu. Þetta er alveg óþólandi. Þetta er óþólandi. Já, en er hann eitthvað, þú veist, býr hann með ykkur, þú veist, milli jóla... Hillálfurinn? Nei, hann er frá Ameríku. Hann er frá Ameríku? Já. Býr hann þar? Já. Ok. Talar hann bara ensku þá? Hann býr þar, ég skil aldrei hvað hann segir. Hann muldrar eitthvað svona. Já, ok. Já, einmitt. En þið búið á Íslandi? Já. Það er leynd og hvar, eða ekki? Já. En er það upp í fjalli eða ekki? Já. Það er upp í fjalli? Já. Sko, ég pældi oft í því ég var strákur. Já. Ef þið búið í fjalli, í helli eða eitthvað, þá getur hurðaskellar ekkert verið að skella henni hurð. Nei. Er það rétt eða? Já, það er ekki að skellandi heima. Nei, það er ekki að skella heima. Og það fær svona útrás fyrir þessu bara. Já, ok. Mjög grunaði hann nefnilega þegar ég var ungur, sko. Það var nefnilega oft, hann var ofta að skella, þú veist, daginn sem hann kom, eða þú veist, kvöldi. Já, ég get nú sagt ykkur sögur, sko, hurðaskellirinn lendi alltaf í vandræðum, sko, því voru að tala breyta tíma og eitthvað svona, það er nú þannig að við erum nú bara, við setja börnin skó út í glugga og við setjum bara eitthvað glaðning í gluggan, en hurðaskellir, hann er alltaf að opna hurðar. Og hann hefur doldið lendi í vandræðum kallin, nú reynda farin að þekka þetta betur núna, þetta er yfirleitt mert, en það er svona kerfi sem eitthvað sem býti læti þegar hurðar eru opnaðar og enginn er heima. Hann hefur lendið doldið vandræðum með það. En við erum búin að mamma kenndi honum hvernig á að sjá þessi hús sem eru með svona kerfi. Já. Ok, sko, eitt sem ég er að pæla, við náttúrulega, ég meina við ætlum að halda honum aðeins, við þurfum að fara í Trúnó. Já, við getum ekkert fyrir að breyta þættinum. Nei. En sko, ok, þannig að... Veit ekki alveg hvað við gera. Hérna, sko... Hefur þú heyrt um Trúnó dagsins? Nei. Ekki bara fá hann? Er það... Jú. Ég heyrt kaþólska trú og lúterska trú og hindúa trú og höfðinstrú og svona. Já, sko... Ekki nóg trú, sko. Þessi þáttur er sko þannig að við erum alltaf með svona smá spjall í byrjun og svo erum við með eitthvað dagsins þar sem við svona fræðum fólk svona samfélagslega málefni. Já, eins og jólasvein. Já. Svo förum við alltaf á Trúnó. Já. Það sem annar okkar er búin að kafar djúpt inn á við. Það eru Trúnó? Já, ég hef stundum heyrt að þessu þegar að ég kem aðfaranótt laugardags eða sunnudags og er að ganga í gegnum miðbæinn, þá hef ég stundum séð fólk svona niður í miðbæ einhvers staðar og þau segjast vera á Trúnó.
Já Hún undir morgun þegar ég að vera búinn. Já. Er þetta eitthvað svoleiðis? Já, þetta svona svipað sko. Þannig að sko og við fáum bara stefið. Já, og svo fáum við hann bara á Trúnó. Ok, ertu til í það? Já. Fara á smá Trúnó? Þá þarf þú að vera svona eins og fólki niður með bæ, kannski ekki alveg jafn mikið ælandi en svona segja okkur frá kannski einhverju svona sem hefur verið að plaga þig eða bara einhverju sem þú vilt létta á þér með. Já. Hvar eru hljóðfæralekararnir? Þeir eru bara inn í hérna þessu litla tæki. Þessu? Já, kemur á þar. Já, er þetta eitthvað skilt að hálfinum? Já, getur verið sko. Magna, þetta var ekki verið svona aður. Ekki sé svona aður. Hugur. Já, herri Trúnódagsins hjá okkur er staddur gáttaþefur og einhverju hlýtur mann að hafa safnað í gegnum árþúsundin af alls konar tilfinningum og ég veit ekki hvað. Já, sem er ekkit endilega verið kannski að tala um. Já, er eitthvað svona sem þú getur... Já, ég segja frá einhverju. Já, einhverju sem trufla mig. Já, til dæmis, sko. Já, við nú hugsa sko, þú varst nú að spyrja hana mömmu á þann og hvort þú var að borða bönn. Já. Og mér hefur alltaf, ég er nú alltaf mömmustrákur, mér hefur alltaf fundist stoltið leiðilegt að hvað mamma er gerð alveg ofboðslega vond. Já. Hún er ekkert vond. Hún er bara afskaplega góð kona. Ok. En það er nú þannig eins og þið kannski þekkir báðið tveir og ég veit að þið þekkir að pabbi náttúrulega gerir ekki neitt. Já, og lítið sko. Og það er bara það er mikið álag á henni mömmu. Já. Og það bara verður á þannig hún er alltaf svona kannski pyrruð þegar það er allir endalist eitthvað að nagast í henni og biðja henni hitt og þetta og mamma þetta og mamma hitt en hún er góð kona hún mamma. Ok. En sko hún heitir Grýla eða hvað? Já. Hún heitir Grýla? Já. Og það náttúrulega hefur svolítið svona neikvæða merkingu í okkar samfélagi. Já, það er það sem ég er að tala um. Já. Það er nákvæmlega það sem ég er að tala um. Við erum búið að gera hana einhverju grílu. Hún er engin gríla. Nei. Hún er bara afskaplega góð móðir. Já. Sko, já, og það kannski var öðruvísi áður en við bræðirni fættum, sko. Já. En pappi var ekkit alveg kannski miðvita eftir að stekkjastur fættist, sko. Það var svona kannski ímislegt sem hann hefði þurft að vita áður en að stekkjastur fættist. Eins og hvað? Já, bara til dæmis að vera meira til staðar fyrir hana mömmu mína. Já, mamma hefur farið á Trúnó, sko. Og bara svona alls konar sem kannski pappi vissi ekkert að og það kannski þurft að hugsa betur mömmu. Já, hvernig það? Og bara sjá kannski að hafa til mat fyrir hana og henni líði vel og kannski að hugsa það hann geti ekki verið alltaf að fara eitthvað upp á fjall með Andrési þegar mamma var lítil með strákana litla, okkur strákana heima. Já. Þeir voru alltaf Andrés og Jón voru alltaf að draga pappa út og þeir áttu nú kannski erfitt með að skilja það að pappi gæti ekki alveg verið alltaf úti og pappi vissi að ekki hugmyndum það heldur, sko. Nei. Þannig að þetta var nú, já. Já, einmitt. Þannig að þetta hefur svona þau áhrif að hún, hvað getur við sagt? Var hún ekkert skapstygg, ekkert til í þessum sögum? Já, hvernig myndist þér að þú þurftir að gera allt á heimilinu og það var engin með þér í liði? Já. Hún var óanægð. Já, ég held að mig alveg segja það, sko. En borðaði engin börn? Mamma? Nei, það var bara miskilningur. Miskilningur. Já. Það var smá atvik, ég get ekki farið út í það núna, hún ekki. Sko, mér fara að gruna smá. Að að mögulega hafið þið verið fleiri. Það var það sem ég vil líka velta fyrir mér, sko, hver eru líkurnar á eignast, sko, 13 stráka? Já. Engar?
stelpur. Já, ég Nei, en varðandi Grýlu hefur Leppalúði eitthvað breyst svona í seinni tíð varðandi þetta? Já, hann allur að koma til sko. Hann er nú aðeins búin að læra að elda smá og svona kaupa ryksugu robot. Já, mýra var ég sko, við búum í helli strákar. Já. Róbótin alltaf bara á fullu og alltaf fullur á mold og drasli og alls konar drullu, en ég ætla ekki að tala það núna. Já, pappi allur að koma til sko, við hún aðeins verið svona að hjálpa honum bræðinni sko. Við lærum svo mikið hérna í jólinn þegar við komum að við erum svona aðeins búin að vera að kenna honum hvað við höfum heyrt svona að vera til staðar á heimilinu og hjálpa til og svona, já, taka ábyrgð sko. En þetta gengur ágætlega núna, en það er ennþá svona, já það getur alltaf gert betur og við allir strákarnir líka hjálpa til. Við erum slórið svo gamli sko, við erum ekki krakka lengur. En búum með þá heima kannski eins og þau kannski að tekja eftir. En það er við reynum að hjálpa stilla. Sko ég veit að þetta nú trúnóið þitt og eitthvað svona og þú ættir að leta af þér sko því sem að liggur þér á hjarta, en ég meina að þú segir sko býrð heima og býrð með mömmun og pappa ennþá og bræðruðinum risastórt heimili og svo kemur í bæinn og sér allt þetta fólk og svona og ég meina þér á hóteli og farið í pottin og svona, ég meina er eitthvað að deyta í bænum eða? Erum við hvað? Farið á einhver svona stefnumót? Svona Ég fór einu svona fótboltamót. Ég var ekki til fyrirmynda þar. Ég var dálítið heitt með skeggið og búinn að labba líka mikið rétt fyrir jólina. Ég var eiginlega bara alveg búinn á því. Ég er svona að reyna að spyrja út í ástarlífið þitt. Hvort þú hafir aldrei orðið ástfangin af einhverju mannesku? Já. Nei. Það er alveg, við erum ekkert í svoleiðisfræðinni sko. Nei. Kannski ekki hann tíma í það, þið eru að hvíla ykkur á milli jóla og svona. Já, þetta er mikið álag sko, dagana fyrir jól og svo bara hvílustu. Hvað er það að gera svo? Þegar að hvíla ykkur, skilur við, hvað gerir það á daginn? Við erum dálítið, spilum dálítið. Já, og við erum með svona krossgátur og svo er nú svolítið skemmtilegt að Stúfur, hann hefur dálítið verið að læra á svona tölur. Og hann hefur verið að kenna okkur einhver svona krossgátum við tölum. Það er alveg okkur við það ægilega skemmtilegt. Sudoku? Já. Sudoku, já. Þannig að við finnum okkur ímyndilegt í dundur sko, en þetta er ekki skemmtilegt strákafinni, ég alveg segi ykkur það. Ég var alveg til í bara að flytja heimann og fá bara aðeins að vera bara einn án bræðra minna og með pappa sko. Já, er það? Já. Ertu orðin þreyttur á þessu? Hvernig finnst þér að vera að búa með öllum sískinuðinum og mömmuðinu og pappa og kettinum og öllum? Já, í mörg 100 ár. Já, ég myndi ekki nei. En myndir þú þá flytja í bæinn og fá þér vinnu eða? Bæinn áttu þá svona, það sem eru mörg hús sko. Já, það var ekkert allt of mörg sko. Nei, maður er kannski svona þekkt andlit. Þannig að maður vil kannski ekki vera það sem er allt of margt fólk sko. Ég meina þú getur alltaf að raka af þér skeggið og kannski farið einhver önnum föt þá. Já, þú meina það. Já, getur nú alveg fittað inn sko. Já, mér er nú alltaf langað til líka að læra að útbúa svona laufabrauð. Já. Það er gerast laufabrauðs bakari? Já. Einmitt. Já, það er það ekki líka samt svolítið svona jólatörn bara? Já. Myndirðu kannski vera að reyna að vinna með svona heilsás? Já, ég veist laufabrauð að vera bara allt árið. Það er algjör óþarf að vera með laufabrauð bara rétt fyrir jólin. Já, sammála.
Ég veit ekki hvað svona jólalegt laufabrauð. Nei, Er eitthvað annað sem að svona liggur að þér? Þú ert svona orðin svolítið þreyttur á bragðröðinum og ert svona aðeins farin að huga, hvað segir maður? Huga þetta hreyfings. Þetta eru fréttir. Já, ég stakar ekki taka þessu nýtt alvarlega, sko. Svo fer ég bara heim og bara held áfram að gera krossgáttur og spila rommi við strákarna, sko. Það verður svona til þetta fyndið, alltaf verið 13 jólasveinar og svo bara allt í einu enginn á 11. daginn. Nei, hann er hættur. Gáttaður, gafst upp. Hann fari í skóinn 10 skipti röð og svo, ekki núna, og svo 2. Það var nú einn jólin á og allt í vesen. Nú? Já, það var í kringu hann að svartadauða. Já, þá komist við bara 9 til byggða. Já. Það var alltaf erfið jól, sko. Það voru mér í sig voru saman lögum þetta. Já. Má ekki skjá, fyrst komst ekkastöður. Já. Og svo duttu nokkrir út. Já. Og svo 8. Já. Já, ég skil. Já. Það var komið útskýring á heiði. Jólasveinar 1 og 8. Já, ég myndi það. Ég er búin að læra mikið í dag. Já, samanlega. Heru, ef við ekki að fara að kíkja... Við fengum reynda nokkrar spurningar. Já, eigum að taka það næst. Það ekki? Ok. Þannig að við bara förum í hlustendur. Hlustanda Nei, hvað heitir þetta? Já. Já, við ætluðum að koma hérna. Hljóðfari líka inn í tækinu hana. Já, þetta er allt bara hérna lítil. Álfa hljóðfari. Sko, við ætluðum að koma nokkrum spurningum til jólasveinsins og við sem reyndar ekki að hann myndi mæta. Nei. Lækka hann í tikkinu fyrir mig. Og við erum með þess að við þurfum að fara í gegnum þetta á 5 mínútum. Já. Við erum með nokkur spurningar. Já. Þetta voru snöggur, sko. Kæft nú í mörg heimilætni nóttu, ég hlútti var á þetta. Sko, eitt skrifaði svolítið ljótt. Hann skrifaði, eða hún, gefið þið rándýra hluti í skóinn eða eru það fávita foreldrar? Já. Nú byrjaði að læra þetta, þú sagðir hann eða hún og það er hann, hún eða hán. Já, einmitt. Já, við erum búin að læra þetta strákar. Já. Ég svaraði ég þessu ekki á hann. Jú, þetta var stelast stundum til ég hefði nú notað hann á orðalagin. En já. Herðu, svo er nú eitt hérna, sko, sem að ég hef líka gott sem að tengist pínu, sko, hvernig þið ferðist á milli staða og hvernig þið náið. Já, þegar ég segi þið, ekki orð. Hvernig þið náið að fara á svona marga staði og upp í blokkir og alls konar. En hér er einn. Hvernig ferðast þú til Palestínu? Já. Þú veist, það er til dæmis bara það er bara verið að bara ég meina það eru allar byggingar og það er búið að sprengja allt í tætlur og Já, ég get nú sagt ykkur strákar mínir að hann stekkjastur hann reyndi að fara til Palestínu að gleðja börnin en það var nú bara þannig því miður að hann komst ekki. Nú. Og hún var meinaður aðgangur til barnana sem er hræðilegt og hann sagði okkur hvernig ástandið þarna er og það er náttúrulega bara hræðilegt og það er erfitt við myndum óska þess að við getum farið og glatt börnin og bara hreinlega bjargað heiminum en við erum bara því miður ekki yfir náttúrulegir. Þetta er mannana verk og þetta er eitthvað sem við ráðum því miður ekki við. Svo erum við með, sko, svona fyrst við erum á þessum slóðum, heimaslóðum hans Jósefssonar. Þá spyr einn, sko, hvað fengi Jesús í skóinn ef hann væri svona, ennþá á sveimi í dag? Já, hann er á sveimi í dag? Já, hann var nú alltaf, hann var alltaf hrifinn af brauði. Já. Þú gefa honum vænan brauðleif. Já. Ok. Já, eitthvað svoleiðis kannski, og smáttins brauður, eða bara mandarinnur, sko. Góð hugmynd. Og svo er Anna, hún spyr, sko, hvað gerir páskana? Páskana? Já. Já, þá, sko, páskaherinn hann gefinn til okkar alltaf. Nú? Já. Ok. Hann gefinn til okkar með svona
og síðustu árum hefur hann komið með svona súkkulaði egg alveg óbúðslega gott og við höfum þetta alltaf jafnlaðið því með honum og tannálurinn kemur líka til okkar þá okay. Já, þannig að við höldum svona En verðbólgudraugurinn? Hvað segirðu? Verðbólgudraugurinn, kemur hann? Verðbólgu hvað? Verðbólgudraugurinn? Nei, hann þarf bara að fá sér smá íbúfinn Hann hefur ekkert verið að koma til okkar Herðu, hérna hér verið að spyrja uppáhalds snarlið ykkar og það kannski liggur í augum uppi Já En eitthvað sem þú til dæmis borðar bara alls ekki? Ég? Já Hákarl Já, ég get ekki strákar ég finn lyktin af hákarli bara langa leiðir rosa sterk Já, ég var nú að labba hérna fram hjá búðinni hérna við hliðina og ég veit að það hægt að kaupa hákarlar ég rætti bara klemmunni við og hljóp fram hjá Þetta alveg mest í miskilíku mannkísugunar þegar ég geta þetta Já Ég alveg orðin rallusaukur Já, mér veist ein spurning hérna svona fyrstu öðum tíma ég veit nú ekki hvernig þú vilt svara þessu en hún spyr, hún Ragna hvernig að taka kredit fyrir ólaunaða vinnu kvenna? Já sem við gerum nú gjarnan sveinarnir eins og því þekki nú stráka líka Já Það nú ekki bara jólasveinar sem gera það? Nei, það við erum ekki stoltir af þessu Nei. Og við erum svona reynum að gera betur og hérna en mér líður bara illa yfir þessu ég get bara alveg sagt það Yfir hverju segirðu? Að vera að taka svona hvað sagðirðu? Kreditkort fyrir taka kredit fyrir ólaunaða vinnu kvenna Að vera að taka kreditkorti fyrir ólaunaða vinnu kvenna Ég held að sé að miskina spurninguna Já, það bara gott Já, ok Já, svo hérna eitt sem að Hvað var þetta? Það búið Það sprakk hérna kerfið okkar Já, herðu Ég orðin rallusaukur Ég veit það Þú varst það nú til að byrja með Já, en eitthvað meira eitthvað meira að frétta við gátum þegar við förum heim að leggja okkur Hvíl ykkur Já Nei, við segjum bara gleðileg jól Já Það eru 2 dagar í þetta þegar við erum að taka upp og senda út þáttinn og ég veit ekki hvort að fólk hlusti á þetta í tæka tíða því að það eru allir á þönum út allt að djöflast og klára og skúra og skeina og hérna það væri rosalega skrítið að hlusta á hana þátt eftir jólin Það voru bara þetta ekki ekki vissum að hann sé tímalaus Fólk hlustar á þessi jólalega allan á sin hring það getur við að hlusta á ykkur bladur jólin í apríl Nei. Ég held að það sé nú í lagi En við þökkum þér bara kærlega fyrir að kíkja inn ætlum við ekkert að syngja eða? Við vitum að þetta búið að löng nótt Jó, herðu, viltu taka lagi kannski? Enda á því? Já, enda á lagi Já, hvað er að taka? Já, bara þú vilt velja Í skóginum stók og við einn satt við gluggan jóla